Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 4. apríl og í upphafi fundar hefur forseti ákveðið að leggja til að fyrsta mál á dagskrá fundarins tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins meðferð fyrirspurna verði frestað og jafnframt lagt til að öðru máli á dagskrá umræðu vanrækslu og viðhaldi skólahúsnæðis í Reykjavík og tengd vandamál verði frestað og skoðast það samþykkt ef að enginn hreyfir mótmælum. Og Helgi hefur óskað eftir, óskar borgarfulltrúinn eftir að taka til máls, gjörðu svo vel, undir frestunartillögunni, gjörðu svo vel. Það er bara á sæti, Kjartan minn, það er. Það er bara. Gjörðu svo vel. Forseti góði borgarfulltrúar, ég hef nú talið svona viðeigandi að þessi umræða færi fram bara eins og venjulega að sá sem gerir slíka athugasemd hann kæmi í pontu. En allt það, ég tel þessa frestunartillögu mjög furðulega, hún kannski kemur ekki mjög óvart með það hvernig mál hafa skipast hér í vetur. Það sem meirihlutinn hefur kosið að fara á svig við lög og samþykktir borgarstjórnar. Það sem skýrt kveðið á rétt borgarfulltrúa til að setja mál á dagskrá reglulegra borgarstjórnarfunda sem þessi fundur og í þeim rétti felst þess sjálfsögðu að mál séu rædd og þeim sé ráðið til lykta á sama fundi. Það er ekkert afbrigði þennan dag, þetta er venjulegur vinnudagur hjá vinnandi fólki, borgarfulltrúum engin vorkunn að koma hingað á þessum virkadegi, halda borgarstjórnarfund. Það er ekkert að bera því við að það séu mörg mál á dagskrá og það sé komið fram yfir kvöldmat og þess vegna þurfi fólk að fara heim í háttinn. Það er ennþá vinnudagur og við höfum sett þessi mál á dagskrá við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins bæði meðferð fyrirspurna og umræðu vanrækslu og viðhaldi skólahúsnæðis í Reykjavík og tengd vandamál. Við teljum að þetta séu hvort tveggja mál sem þurfi að ræðast í sölum borgarstjórnar og teljum að meirihlutinn hafi engan rétt til að fresta þessum málum og velja eitthvað tælir í tíma til að taka þau fyrir. Þannig að ég mótmæli þessari frestunartillögu og áskil mér sjálfsögðu rétt til að greiða atkvæði gegn henni og gera athugasemdir. Takk fyrir það. Óskar borgarfulltrúinn að það gera stutt athugasemd. Má ég ekki ræða fundarsköp? Jú, gjörðu svo vel. Það kallast athugasemd, gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórn. Það sem ég vil aðeins tala hérna til líka fulltrúa minnihlutans undir þessum lið. Að mínu mati að minni reynslu hérna úr lögfræðinni og einfaldlega þessi. Það hefur verið að skipulega með skipulegum hætti af hálfu meirihlutans að vanvirða rétt minnihlutans til þess að hafa áhrif á dagskrá funda, til þess að hafa áhrif hvenar og hvar mikilvæg mál eru rædd. Þá það lykilatriði þegar á að veita málefnulegt aðhald að við séum ekki í prinsipinu að veita meirihlutanum frí hér frá þessum mikilvægasta vettvangi borgarstjórnar að ræða mál og taka til umræðu umfjöllunarefni sem að varða hagsmuni borgarbúa og skattgreiðenda hér. Mér finnst þetta að vera mjög mikilvægt atriði fyrir þá sem að allir eru hér í stjórnarandstöðu að við leyfum ekki þessum meirihluta og meirihlutum framtíðarinnar að halda áfram að starfa á grundvelli þessara viðmiða. Til að þessi dagskrártillaga forseta verði samþykkt og það hefur verið óskað eftir atkvæðagreiðslu ef ég skildi það rétt og þá óska ég eftir að allir séu klárir. Og þeir sem eru samþykkir dagskrártillögu forseta gefur merki. Vantar Magnu nú. Hljóp hún út.
Og forseti óskar eftir að borgarfulltrúar greiði þá atkvæði þeir sem eru samþykkir þessari dagskrártillögu forseta að fresta máli 1 og 2 gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Takk fyrir. Þá höldum við áfram með dagskrá fundarins. Áskil mér rétt til bókunar. Sjálfsagt mál. Þá það dagskrá mál númer 3, það er fundargerð borgarráðs frá 30. mars og þar erum við með einn lið sem krefst þess að við greiðum það atkvæði. Það er 14. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar frá 2023 í fjárfestingaráætlun. Og enginn hefur óskað eftir að taka til máls. Já, óskar borgarfulltrúinn eftir að taka til máls? Já. Gjörðu svo vel, Kjartan Magnússon. Þú segir hvað undir hverju, Kjartan, meinið það ekki? Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð mér hljóðs undir þessari fundargerð 40. og 7. lið en við borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum það fram fyrirspurn sem hljóð svo með leyfi forseta. Hver er áætlaður heildarkostnaður við Fossvogsbrú? Óskað er eftir því að núgildandi kostnaðaráætlun við verkið verði lögð fram ásamt fyrir áætlunum. Og það verður að gera örstutta grein fyrir þessu máli. Ég hef töluverða hríð, eiginlega frá því settist í borgarstjórn síðasta sumar, reynt að fá uppgefinn kostnað við Fossvogsbrú. Hún er hluti af svokölluðum samgöngusáttmála. Betri samgöngur er með forræði skilst mér á málinu og Reykjavíkurborg er næst stærsti eigandi þess. Þrátt fyrir ítreka eftirleitan þá hef ég ekki fengið upplýsingar það hver kostnaðaráætlun brúarinnar er. Ég fékk svar í desember síðastliðnum í umhverfis- og skipulagsráði og þá var gefin upp talan 2,25 milljarðar sem er 2,2 milljarðar sem er gömul tala, algjörlega úrelt tala og ég veit til þess að það er verið að vinna með nýrri kostnaðaráætlanir en einhverja hluta vegna þá vilja menn ekki gefa kjörnum fulltrúa í borgarstjórn þá tölu upp. Og það er auðvitað mjög slæmt, það er ekki bara slæmturinni fyrir þennan forvitna borgarfulltrúa sem hefur spurt, það er líka slæmt fyrir alla borgarstjórn en meðferð fyrirspurna er með þessum hætti að það sé ekki lagðar fram rétt svör við þeim. Nú geta menn gert mistök en ég held að þetta sé ekki mistök því ég hef allan vetur reynt að rekka eftir málinu. Þannig að ég vil óska eftir því við bæði framkvæmdastjórann okkar, blessaðan borgarstjórann og líka formann umhverfis- og skipulagsráðs að beita sig fyrir því að borgarstjórnin fái réttar upplýsingar hvað þessi brú gæti kostað samkvæmt kostnaðaráætluninni. Auðvitað standast ekki alltaf kostnaðaráætlanir en það hlýtur að vera öllum í hag að við fáum sér gleggstar upplýsingar slíkt mannvirki. Þetta er stórt mannvirki, væntanlega stærsta og dýrasta samgöngumannvirki sem smíða verður í Reykjavík í mörg ár og auðvitað lágmark og auðvitað bara hagur allra borgarfulltrúa að fyrirspurnin sé svar og skjótt og vel. Og það var einmitt meðferð fyrirspurna og ég ætlaði að fjalla þessa fyrirspurn meðal annars í tillögu okkar meðferð fyrirspurna og skilafresti þeim. En það er ekki hægt því að meirihlutin hefur frestað því máli eins og hann hefur frestað flestu mikilvægum fyrirspurnum okkar eins mikið og hann getur. Nefnum bara sem dæmi að daginn þá komu svör í tveimur fyrirspurnum í borgarráði. Önnur fyrirspurnin var 18 mánaða gömul og hefur 11 mánaða gömul svona frekar einfalda hluti sem hefur hægt að svara samdagur sem því hefur að skipta. Þannig að það er einhver tafalegur grunrami í gangi og við ætluðum að ræða hér í borgarstjórn í dag en meirihlutinn vill ekki ræða þetta og kýsa að fresta þessu fram yfir páska því að menn virðast að flýta sér svo mikið að komast í páskafrí. Nú mig langar einnig til þess að fjalla mál sem er undir þessum fundargerðum, til dæmis 14. lið og 11. lið fjármál borgarinnar og viðskiptavald á skuldabréfum og svo framvegis. Ég held að sé algjörlega komið tími til þess eins og ég hvatt til hér áður að borgarstjóri komi hingað með glæsilegt glærusjó og geri okkur borgarfulltrúum undanbragðalaust
grein fyrir fjármálum borgarinnar og hvernig þau standa. Það er mjög lítil umræðandi borgarstjórn, engin umræða fyrir að bræða hjá meirihlutanum. Borgin dritar frá sér fréttatilkynningum með öllum upplýsingafulltrúunum, en það er ekkert fjármálin, það er ekkert ávöxtunarkröfu skuldabréfa okkar eða framvegis. Og þetta þetta stóra alvarlegt mál, hvað borginni komin í mikla kröggur fjárhagslega, og bara svo maður geti nefnt örfá dæmi, maður bara að tala undir á að reyna að segja eitthvað á nokkrum mínútum, að samkvæmt útgáfuáætlun okkar, borgarinnar, varðandi skuldabréf, þá átti að ná í 21 milljarð á fyrstu 6 mánuðunum. Nú eru fyrstu 3 mánuðinni liðnir, helmingurinn af þessum tíma sem átti að ná þessa peninga, og það eru 3,5 milljarður í húsi. 3,5 milljarður í húsi, sem einungis hluti af þessu 21 milljarða sem ætti að ná. Það nær ekki 15 sýnist mér. Það var fallið frá útboðinu í mars. Næsta útboð áætlað 12. apríl og þannig að það er helmingur af 6 mánuði liðnir. Ég vil spyrja borgarstjóra, hvernig Reykjavíkurborg að fjármagna sig þessa dagana? Hafa ekkert svo mikla skuldir komið til uppgreiðslu á þessum tíma þannig að við náum að halda sjó þrátt fyrir að fylgja ekki þessari áætlun. Reykjavíkurborg að fjármagna sig á yfirdrátt á lánum eða lánalínum eða hvað það heitir. Stýrivextir hafa hækkað eins og við vitum. Hvernig erum við að fjármagna okkur? Erum við að taka fóktir bankalán? Næsta útboð áætlað 12. apríl. Verður það útboð haldið eða eru einhverjar hugmyndir að fresta því líka? Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og hefur borgarstjóri óskað eftir að koma upp í andsvar. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, varðandi Fossvogsbrú og aðrar framkvæmdir sem falla undir samgöngusáttmála, þá að hefjast vinna við að uppfæra hann og áætluð verklok í því eru í júní og ég á ekki von á öðru en að uppfæra áætlunum Fossvogsbrú munu vera hluti af þeim pakka sem að vera að kalla eftir svörum Varðandi fjármál borgarinnar og glærur að þá getur borgarfulltrúinn eins og aðrir fylgst tilhlökkun vegna þess að framundan umfjöllun ársreikning borgarstjórnar og þá eru sannarlega glærur, kannski ekki þær fegurstu, en glærur eru það samt og þá getum við rætt þessi mál ágætlega. Við ræðum fjármögnun borgarinnar reglulega í borgarráði og það rétt að vera metið vegna óróleika á mörkuðum að fella niður útboðið á dögunum. Það verður ekki verið tekin inn ákvörðun að fella niður útboðið 12. apríl í vetur að þá var gengið bæði frá samningum við Íslandsbanka og Landsbanka lánalínur og það metið á hverjum tíma hvort á þær sé dregið eða fjármögnun sótt með útboðum eða hefðbundnum tekjustofnum og það bara hluta af eðlilegri fjárstýringu. Nú eins og endranær, en þetta getum við bæði rætt á vettvangi borgarráðs og í umræðum ársreikning eins og óskað eftir. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar að svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir þessi svör. Nú, bæði þó þannig að mér finnst að það þurfa að upplýsa borgarstjórn og skattgreiðendur allarunni, borgarbúa alla miklu betur og örar þessa hluti. Varðandi þessa Fossvogsbrú þá ég fengi þau svör síðan í september að það sé verið að uppfæra kostnaðaráætlun Fossvogsbrúar og það sé alveg verið að klára það og þá verður þetta allt gert ljóst en því alltaf frestað. Það þetta ekkert að því að stjórn borgarinnar sem borgarstjórn að hún fái örar upplýsingar. Það getur ekki verið eðlilegt varðandi svo stóra framkvæmd að við séum annars að tala einhverja tölu sem frá árinu 2021 og síðan næstu upplýst tveimur og hálfu ári síðar. Það hlýtur að vera hægt að fara fram á það að við fáum örar upplýsingar, sérstaklega þegar að kostnaðaráætlun við framkvæmdina að hækka eins og allt bendi til að hún hafi gert. Nú eins sem með fjármál borgarinnar. Þetta fjármál borgarinnar ekki eitthvað, það ekki að afgreiða þau bara með einhverju léttu spjalli í kringum tvisvar ári, í kringum fjárhagsáætlun og ársreikning, þetta sé svona
rætt í viku í hvert sinn og hinna 50 vikunum séu frí. Fjármál borgarinnar eru bara með þeim hætti að það verður miklu oftar en það að upplýsa borgarstjórn bæði útgjöld borgarinnar og hvernig hún er að fjármagna sig. Og ég spyr borgarstjóra aftur að því hann gat þessar lánalínur og þakka hann fyrir það. Er núna vegna þess að þessu mars útboði því var frestað eða fellt niður. Hvernig borgin er fjármagna sig? Er verið að draga á þessar lánalínur svo nokkru nemi á þessari stundu og í mars og í apríl? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvarari sinni, borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, fjárstýringin, ef hún metur það hagkvæmt að draga þessar lánalínur, ef að kjörin á þeim eru betri heldur en það sem er á skuldabréfamarkaði, að þá er dregið á þær, annars ekki. Og þetta er bara í býsna föstum skorðum hjá okkur og svo þetta upplýsa á vettvangi borgarráðs punktstöðun ef eftir því er óskað. Borgarstjóri hefur þá lokið við að veita ansvarari sinni og svarar þá ansvarari sinni Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tel afar mikilvægt að við borgarfulltrúar séum allir upplýstir mjög vel fjármálin, ekki bara þeir sem sitja í borgarráði. Ég held að mér finnst það ekki góð svör að segja við getum bara rætt þetta í borgarráði og tekið punktstöðuna þar. Við borgarstjórn berum mjög ríka ábyrgð í þessum málum og við eigum öll að vera vel upplýst þetta, ekki bara þeir sem sitja í borgarráði. Ég sit til dæmis ekki í borgarráði, ekki nema sem varamaður. Og borgarstjórinn, ég þakka samt borgarstjóra fyrir svörin og hann getur þá minnst undirbúið sig fyrir þá umræðu sem framundan er, hann veit þá að hverju við spyrjum. En mér fannst samslægt að hann sagði hann notaði alltaf orðið ef fjárstýringin okkar telur það hagkvæmt, þá gerur hún það, þá dregur hún á lánalínur sem er bara umorðun á því að taka yfirdráttarlán. Og ef hún metur það hagkvæmt, ef borgarstjóri sagði okkur ekki, eins og ég spurði er verið að draga á þessar lánalínur, marsútboðið var fellt niður, það er staðreynd að af 21 milljarði sem átti að ná í á fyrstu 6 mánuði ársins eru aðeins 3,5 milljarðir í húsi og var í þessum skuldabréfaútboðum og við vitum öll að vextir fara hækkandi og þess vegna langar mig til að vita, er verið að draga á þessar lánalínur, er borgin að taka yfirdráttarlán eða er hún ekki að því? Ekki ef og kannski ef fjárstýringin metur það mögulegt. Ég trúi ekki öðru en að framkvæmdastjóri borgarinnar, sjálfur borgarstjórinn, hann sé vel upplýstur það, hvort við séum að taka yfirdráttarlán eða ekki. Það var allavega mjög slæmt ef hann vissi ekki það og segði bara ef og kannski er fjármálasviðið kannski að gera þetta. Þannig að ég bara leyfi mér aftur að spyrja okkar ágæta borgarstjóra, er verið að taka yfirdráttarlán, er verið að draga á lánalínur eða ekki? Borgarfulltrúinn er lokið við að svara ansvarari sinni og vill forseta minna á það að það er ekki góð hefð fyrir því að borgarfulltrúar séu spurðir þegar andsvörum er lokið. Forseti mun því heimila borgarstjóra að gera stutta athugasemd. Já, bara ítreka spurninguna. Forseti, ágæta borgarstjórn, þeir samningar sem gerðir voru við Landsbankann og Íslandsbanka voru ekki yfirdráttarlán, heldur lánasamningar sem fólu samt ekki í sér lántök á degi eitt, heldur þegar að borgin teldi það hagkvæmt. Það er búið að taka hluti af þessum lánum, en það er mat á hverjum tíma hvenær það er hagstætt, þannig að svarið við spurningunni er verið að taka yfirdráttarlán er nei. En hafa þessar lánaheimildir í bönkum verið nýttar í vetur? Já, þegar það hefur verið talið hagkvæmt. Borgarstjóri hefur lokið við að gera stutta athugasemd og er þá svörum og andsvörum undir þessu ræðu lokið. Næst tekur til máls Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að lesa bókunum til lið 31 í fundargerð borgarráðs til að skýra aðeins betur afstöðu okkar í flokki fólksins. Það var einhver skildist með einhver misskilningur varðandi þetta. En bókunin er svona: Flokkur fólksins telur það brýnt að starfsmenn sem eru í beinum samskiptum við borgarbúa hafi grundvallafærni í íslensku.
nauðsynlegan grunnskilning og talkunnáttu. Árið 2017 var samþykkt í borgarstjórn heildstæð málstefna fyrir Reykjavíkurborg. Í stefnunni segir að starfsfólk sem í beinum samskiptum með borgarbúa skuli hafa grundvallarfærni í íslensku. Jafnframt segir í málstefnunni að starfsfólk borgarinnar með annað móðurmál en íslensku skal eiga kost á hagnýtum íslensku námskeiðum og einnig skuli símenntunarnámskeið í íslensku vera í boði fyrir alla starfsmenn. Samkvæmt lið 9.2 í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar vill borgin koma í veg fyrir hvers konar mismunun varðandi starfsaðstæður, starfsþróun og símenntun fólks af erlendum uppruna. Flokkur fólksins vonar sannarlega að verið sé að fylgja þessum stefnum til hins ýtrasta. Flokkur fólksins hefur fengið margar ábendingar samskiptavandamál borð í strætisvögnum sem rekja má til tungumálaörðugleika, eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst. Myndir á þjónustustefnu strætó en í henni lögð áhersla á að strætó skuli veita framúrskarandi þjónustu. Flokkur fólksins telur afar mikilvægt að strætóbílstjórar fái viðeigandi undirbúning og sé gefinn kostur á starfstengdu íslensku námi eins og hver og einn þarf til að geta liðið vel í starfi sínu sem strætisvagnabílstjóri. Ég vil leggja áherslu á þetta, það skiptir svo miklu máli að við tökum vel á móti fólki og aðlögum það og aðstöðum það við að læra íslensku og þetta starfi eins og strætóbílstjóri sem voru allan daginn í samskiptum við farþega, getur ekki liðið vel ef þú kannt ekki svona segja góðan daginn og geta aðeins leiðbeint fólki. Og þetta líka held ég sé mjög mikilvægt til að við aukum notkun á strætó, því fólk sem óöruggt að fara fer sjaldan í strætó, að það veigra sig kannski við því ef það getur ekki átt samskipti. En ég vil vona að við séum að borgin sé að standa sig vel í þessu, en hins vegar langar mig að lokum að segja þetta. Ég held að við getum öll gert betur. Ég held að við ættum að hafa nokkurs konar borgarátak, þar sem við öll gerumst kennarar og hjálpum og aðstofum fólk í daglegu lífi að læra íslensku. Og hvað meina ég? Kannski ég segi bara eitthvað smá örsuga því við erum að fara hérna í páskafrí, bara sen í morgun, örstutt. Ég fór í sund í morgun og eins og ég gerir næstum á hverjum degi, ég hafði gleymt hlut í sundlauginni og geng að starfsmanni og spyr hvort að hún hafi fundið litla buddu. Nema hvað að hún, þessi elskulegi starfsmaður, hún svaraði mér á ensku en hún skildi hvað ég sagði. Hvað gerði ég? Ég hélt áfram að tala íslensku og þakkaði henni fyrir og hún kom með budduna. Hvað gerir svo? Af því ég fór ekki bara að tala ensku eins og við gerum svo oft, að þá lærði hún, þakkaði mig fyrir og ég náttúrulega fekk tækifæri til að hrósa henni og hún lærði orðið budda og í gær og var mjög glöð og við fórum báðar sáttur og glaðar af fundi okkar og þetta held ég að við ættum svolítið að hafa með okkur bara svona í daglegu lífi. Ég gerir þetta allavega, ég held við getum öll gert þetta og ég fæ alltaf þakklæti. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá umræða undir 3. lið borgarráðs sem fundargerð borgarráðs frá 30. mars lokið. Möguleg gagnkbókun hér tilkynnt. Þá þarf ég að fá alla í salinn því að við þurfum að staðfesta 14. lið. Það fleiri. Og Magnu.
Og þá erum við tilbúin í að staðfesta fundargerð borgarráðs frá 30. mars. Það er 14. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023 og fjárfestingaráætlun. Og þeir sem samþykkir því vinsamlega skifi merki. Borgarstjóri. Þeir sem á móti kunna vera og telst það samþykkt. Þá erum komin að 4. lið á dagskrá fundar borgarstjórnar í dag og það er fundargerð forsætisnefndar frá 31. mars, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 24. mars, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 20. og 27. mars, fundargerð stafræns ráðs frá 22. mars, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. og 29. mars og fundargerð velferðarráðs frá 29. mars. Og er þetta lagt hér fram. Gjörðu svo vel, óska borgarfulltrúinn eftir að taka til máls undir þessum lið. Gjörðu svo vel og forseti minnir á að tilgreina undir hvaða fundargerð og undir hvaða lið. Vinsamlegast takk. Forseti, borgarstjórn, ég ætla að taka hérna til máls undir lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs frá 20. mars síðastliðnum. Það er dagskrárliður 2, 4 og 11. Örstutt hérna dagskrárlið 2. Ég bara benda öllum hérna inni að það er að fara að hefjast tilraunaverkefni að tvískipta ráðsfundum, þannig að annars vegar er það þá hagsmunamál barna á leikskólaaldri og svo á grunnskólaaldri og ég vona að þetta verkefni gangi vel vegna þess að ég held að það sé strategískt vandamál hér í borgarkerfinu hvað fundir geti verið fjölmennir og sem gerir þá óskilvirka. Þannig að ég tel allt það sem til þess fallið að gera fundi skilvirkari vera til bóta, en ég ætla bara að benda á það. Svo er það þá undir lið 4. Sko, þá vil ég hérna bara þakka þeim sem eru yfir skóla- og frístundaráði fyrir að hafa lagt í það að fá utanaðkomandi aðila til að semja skýrslu leikskólann Sælukot. Það sem að fór fram ytra mat núverandi stöðu starfsemi þess leikskóla vegna þess að ég tel að það hafi verið þarft og geti þá verið grundvöllur til þess að umræða þann tiltekna leikskóla verði málefnalega allavega hér í stjórnmálunum. Svo er það dagskrárliður 11 sem að varðaði kynningu á stöðu innritunar í leikskóla vorið 2023 og skipti töluverðu máli í umræðinni bæði hver staða væri í innritun í leikskóla núna næstkomandi haust í raun og veru. Af því að stóri innritunardagurinn var sem sagt, mig minnir 14. mars og ég ætla líka að vekja athygli á því að við kjörnir fulltrúar í ráðinu við fengum aðgang að glærukynningu starfsmanna skóla- og frístundasviðs, en sú glærukynning hún er ekki aðgengileg almenningi. Ég tel að það sé ekki í lagi og það að gera kynninguna aðgengilega. Einnig vil ég hér, vegna þess í umræðunni hérna áðan frestun á mikilvægum tillögum sem við sjálfstæðismenn vorum að leggja hérna fram undir 1. og 2. dagskrárlið hér í dag, að hér er dæmi hvernig meirihlutin að stýra fundum. Hér er málefni sem er mjög brýnt að kjörnir fulltrúar fái upplýsingar sem eru gagnlegar og geti spurt embættismenn sem eru sérfræðingar á þessu sviði spjörunum úr. En hvernig var skipulagið á þessum tiltekna fundi? Það var það þannig að það var nánast tryggt að þessi kynning sem að skipti töluverðu pólitísku máli, hún var höfð aftast síðasta fundinum og svo var verið að búa til atburðarás þannig að við þyrftum að fara annað og gegna öðrum skyldustörfum. Þannig að það var ekki hægt að spyrja út í það sem framkom í kynningunni. Og efnislega var það náttúrulega þá ljóst af kynningunni
að vegna fyrst og fremst viðhaldsvandamála og mönnunarvandamála að meðalaldur barna sem hefja leikskóla í borgareignu leikskólum núna í haust, hann mun halda áfram að vera að minnsta kosti 20 mánaða ef ekki eldri. En það var ekki hægt að spyrja út í það. Þannig ég ætla eins og áðan, þá vil ég brýna fyrir öllum sem eru hér í minnihlutanum að hafa því í huga að fundarsköp, fundarstjórn og reyna að hafa áhrif á það hvernig þessi meirihluti hyggst ráða hérna málum lykta, að við verðum að veita þessum meirihluta aðhald í tengslum allt sem varðar skipulagfunda, hver stýrir fundi og hvaða liðir er fjallað á hverjum tíma. Og við hefum ekki sagt okkur við að það sé brotið á okkur hér í minnihlutanum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við ræðu sína og hefur einn óskað eftir að koma upp í andsvar. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, virðulegi borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Ég þakka fyrir sem sagt þau upphafsorð Helga borgarfulltrúa þar sem að hann ræður skipulagsbreytingar og ánægði að heyra að hann og vonandi minnihlutin ánægður með þær. En við erum að fara af stað með tilraunaverkefni sem að verður gaman að sjá hvernig til tekst. Varðandi dagskrárvaldið þá hef ég sagt það áður að það sem að sú glærukynning sem var kynnt þar á vegum embættismönnum, hún tók breytingum held ég fram á síðustu stundu og það hefur einhvern veginn borið á því hjá minnihlutanum í skóla- og frístundaráði að það sé ákveðin einhvers konar svona hvað ég kalla vantrú á því að við séum að starfa af heiðarleika sem að mér þykir leiðilegt að heyra af því að það og ég tekja fram áður ekki þannig að hvorki ég né aðrir í meirihluta hafi aðgang á tölum þegar það er að breytast frá klukkutíma til klukkutíma og sú glærukynning sem var lögð fyrir í ráðinu var svo kynnt hér daginn eftir. Ég hafði bara ekki tíma til þess að athuga að því það var eiginlega að stóru uppliki sömu glærurnar og ég svo kynnti hér í borgarráði bara deginum á eftir þennan fund, þannig að ég held að hann sé opinn. Ég er ekki öll gögn sem við leggjum hér fram opinn, þannig að við bara þurfum að halda betur utan þetta. Það hefur komið fyrir og auðvitað var það ekki á áætlun að sem sagt ég er ekki svona strategísk eins og ég veit að borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson sem er fyrir heimsmeistari í skák, ég hef ekki séð ekki alveg sömu leikina fram í tímann, þannig að þegar þessi fundur þar sem við fórum í heimsókn á menntavísindasvið var ákveðin að þá var það ekki með hliðsjón af því að það yrði kynning á undan en það bara gerðist. Þannig að vonandi gerist það ekki aftur og bara takk fyrir ábendingun en ég held þetta séu opinber gögn. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórn, ég þakka Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur fyrir að tjá sig þetta mál og gott að hún hafi mikið álit á mínum strategískum hæfileikum. En kjarni málsins sem ég er hérna að reyna að koma á framfæri almennt vegna þess að þetta hefur komið mér eilítið óvart að vera komin hérna í borgarstjórn og sjá hver vinnubrögðin eru varðandi stjórnfunda oft á tíðum. Og vegna þess að þetta málefni kom hérna upp hérna fyrir í dag hér í borgarstjórn og vegna þess að kosturinn við borgarstjórnafundi hann sá að hann opinn öllum. Það geta allir horft á þetta og fylgst með. Fundir í ráðum og nefndum eru lokaðir. Ég tel að fenginni reynslu í skóla- og frístundaráði að of oft hafi vinnubrögð verið með þeim hætti að það sé vera að stýra skipulagi funda þannig að það sé ekki hægt að fá upplýsingar erfið mál eða þau séu rædd innan skikkalegs tímaramma. Og ég bendi bara aftur á það sem ég sagði hérna á síðasta borgarstjórnarfundi ítrekkaðar beiðnir mínar og fyrirspurnir að málefni dagforeldrakerfisins eru tekin á dagskrá á fundi ráðsins. Ég get alveg samþykkt þá sanngirniskröfu sem að borgarfulltrúi Árelía Eydís var að tala að tölur geta breyst og það sé oft álag á embættismannakerfinu og að það geti verið eðlilegt að glærur og annað komi fram á síðustu stundu. En ég vil ítreka að þegar ég fer á reykjavík.is og skoða fundagerð skóla- og frístundaráðs frá 20. mars síðastliðnum og skoða 11. dagskrárlið, þá þessi glærukynning ekki þar.
Ég vil bara að það sé komið á framfæri og ég vona bara að það sé hægt að þá að bæta úr því. En vegna þess að þar allavega frumheimildin hver staðan var nákvæmlega þá og það þá gagnlegt fyrir alla að fá þær upplýsingar. Borgarfulltrúum er lokið við að svara andsvari og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Þá hefur óskað til að taka til máls Stefán Pálsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek til máls undir 11. lið fundargerðar menningar, íþrótt og tómstundaráðs frá 24. maí síðastliðnum, þar sem fulltrúar meirihlutans samþykktu að vísa tillögu okkar Vinstri grænna frá 10. febrúar varðandi fjölskylduklefa í Sundhöllinni frá. Þessi afgreiðsla olli vonbrigðum ber að mati þess sem hér stendur vott ákveðna skammsýni og virðingarleysi við vel rökstudda tillögu sem fram hefur komið frá borgurum hér í Reykjavík. Bakgrunnur málsins er sá að í janúar síðastliðnum birtust í Fréttablaðinu sáluga opinber áskorun frá hópi fólks varðandi búningsklefamál í Sundhöllinni. Þar var vísað í þá sérstöðu Sundhallarinnar að hafa 2 sérklefa, 5 stærri klefa, 2 úti og 3 inni, þar á 2 kvennaklefa og var stungið upp á að tekin væri frá klefi sem væri ókyngreindur, svokallaður fjölskylduklefi. Og ég gríp niður í áskorunina með leyfi forseta. Slíkur klefi gæti því nýst fjölbreyttum hópi fólks eða í raun bara öllum þeim sem vilja, hvort sem það eru barnafjölskyldur sem gæti þá hjálpast að með börnin, vinahópar, hinsegin ungmenna, já, eða bara eldri manna gengið úr gufunni. En væri þó hægt að nýta sér kynjuðu klefana 2 bæði inn og úti fyrir þau sem finna sig betur í því skipulagi? Jú, og þau sem þyrftu á aðbúnaði sérklefana halda hefur þá greiðari aðgang að honum. Því væri þessi skipulagsbreyting einungis til að gera lögina aðgengilegri stærri hóps fólks. Þessi skipulagsbreyting gæti einnig verið góð til að sýna fram á þörfina á slíkum fjölskylduklefum, en þá væri hægt að sjá hvort vert væri að leggja í framkvæmdir í öðrum sundlaugum í svipuðum stíl eða hvort sérklefarnir sem til eru dugi til að mæta fjölbreyttum þörfum allra þeirra sem ekki geta nýtt sér hina hefðbundnu kynjuðu klefa. Tilvitnun lýkur. Undir þessa einlægu og málefnalegu áskorun rituðu 20 kynsegin ungmenni og 7 félagasamtök. Það eru Q-félag hinsegin stúdenta, Stúdendaráð Háskóla Íslands, Ungmennaráð samtakana 78, Transvinir, Hagsmunasamtök foreldra og aðstandenda transbarna og ungmenna á Íslandi, Trans Ísland og Hinung. Samhliða þessari áskorun var stofnað til undirskriftalista sem á 700 manns hafa sett nafn sitt undir þegar þessi orð eru sögð. Þegar slíkur hópur talar þá eiga stjórnmálamenn að leggja við eyru. Tillaga sú sem meirihlutinn í MÍT kaus að vísa frá fól ekki í sér neina ákvörðun að framkvæma þessa frómu ósk, heldur einungis að þessum hugmyndum væri vísað inn í þá vinnu sem í gangi varðandi framkvæmdir við Sundhöllina. Í bókun meirihlutans er talað að framkvæmdirnar nú snúi ekki að þessum hluta laugarinnar og eigi því ekki við, en það er fyrirsláttur því það gefur augaleið að ef ákveðið væri að fara í einhverja breytingar og klefamálum Sundhallarinnar sem kynna kalla á framkvæmdir, þá væri margfalt auðveldar að gera það í tengslum við stórtækar framkvæmdir sem hvortið eru yfirvofandi með tilheyrandi raski og hönnunarvinnu. Einkum þegar að ræða hús sem friðað upp í rjáfur. Núna glugginn. Það sem bókun meirihlutans segir hins vegar ekki, en kom fram í umsögn sviðsins, sú afstaða að með sérklefunum sem fyrir eru í laugunum hafi verið gert nóg. Og með því að bjóða upp á eins og 2 sérklefa í hverri sundlaug sé vandamálið leyst, það sú afstaða sem að liggur þessari afgreiðslu að baki og það finnst mér sorglegt. Við erum á fleygiferð í þessum málum. Kynjatvíhyggjan á undanhaldi og það sem þótti fullnægjandi fyrir 5 árum ekki nógu gott í dag. Sundhöllin líka sérstaklega vel í sveit sett sem næsti nágranni hinsegin félagsmiðstöðvarinnar þar sem að alast upp ný kynslóð kynsegin ungmenna sem bera höfuðið hátt. Þessi hópur á betra skilið en að frómar og vel rökstuddar tillögur hans séu skotnar niður umræðulaust. Ég veit að það ekki í tísku að samþykkja tillögur minnihlutaflokkana hér í borgarstjórn Reykjavíkur. Ég bind þó vonir við að hér verði gripið til þess gamla tryggs meirihluta sem að átta sig á að hafa gert mistök, að hann endurvinni tillöguna og geri að sinni í lítilsháttar breyttri mynd innan ekki of langs tíma. Krakkarnir eiga það skilið, ég boða bókun.
Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og einnig var óskað eftir að koma upp í andsvar. Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúa Stefáni Pálssyni fyrir hans innlegg hér. Það er óvenjulegt að fá svona endursögn á bókun okkar í meirihlutanum í ræðu tiltekið mál, en það er bara velkomið. En ég vildi hnykkja á því að þessi tillaga frá Vinstri grænum fjölskylduklefa, hún var tekin fyrir í menningar, íþrótta og tómstundaráði. Við afgreiddum hana með þeim hætti að vísinni frá á þeim forsendum að það er framkvæmdir sem standa yfir í Sundhöllinni lúta að allt öðrum þáttum. Á undanförnum árum hefur verið farið í endurnýjun á klefunum. Það var gert fyrir rúmum 5 árum. Núna er eingöngu verið að vinna í endurgerð á Laugarkeri og bakka inn í sundlaugar ásamt nýbyggingu fyrir tæknirými. Þannig að það er kjarni málsins, það er ástæðan fyrir því að þessari tillögu er vísað frá, ekki af neinum prinsippástæðum eða það sé útilokað til þess komi á komandi misserum að menn ráðast í slíkar framkvæmdir, en það er ekki hluti af þessum framkvæmdum sem nú standa yfir. Þær eru full fjármagnaðar og eðlilegt að þær sá framgangur haldi áfram eins og til var sáð. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Stefán Pálsson, gjörðu svo vel. Forseti, já, eins og kom fram í máli mínu, þá var rökstuðningur starfsmanna sviðsins fyllri heldur en meirihlutans og dálítið óheppilegt í tilviki sem þessu að svör sviðsins séu þá hvergi sjáanleg, einkum þar sem að málið fékk ekki einu sinni, þar sem að tillaga okkar fékk ekki málsnúmer, sem gerir það enn erfiðara fyrir manna að grafa þetta upp á vefnum. Og í afgreiðslu sviðsins, í umsókn sviðsins kom það mjög skýrt fram að þau teldu bara að þær ráðstafanir sem væru í gangi í sundlaugunum væru fullnægjandi. Hér er sjálfstæð tillaga sem komin er fram frá stórum hópi hagsmunaaðila og vel rökstudd, og mér finnst að hún hefði verðskuldað bara samræðu við borgina og hérna frekar billegt að mínu mati að slá hana út á borðinu með vísun til þess hvaða hluta mannvirkisins voru undir í þessum viðhaldsaðgerðum, því að það er jafnljóst að það skiptir máli að það er allt önnur staða að fara í breytingar á stífríðuðu húsi þegar að framkvæmdir eru yfirvofandi með hönnunarkostnaði, með mannskap á svæðinu, heldur en ef það er gert síðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar, þá andsvörum lokið undir þessari ræðu, tekur þetta máls Alexandra Brím. Forseti, borgarfulltrúar, aðrir áheyrendur, afsakið ég lengi fundin með þessum hætti en gat ekki orða bundist. Ég ætla að ræða sama lið og hefur verið til umræðu undir afgreiðslu í menningar- og íþrótta- og tómstundasviði. En það er sem sagt í rauninni eins og ég skil málið, þá snerist þessi afgreiðsla alltaf ákveðna framkvæmd sem væri búið að áætla, væri búið að fjármagna og væri í vinnslu, og þessari tillögu sem er mjög ágæt frá VG var vísað frá ekki vegna þess að við viljum ekki gera þetta, ekki vegna þess að það sé ekki planið í framtíðinni, heldur vegna þess að hún var einfaldlega utan við ramma þess verkefni sem var í vinnslu, og mér finnst það í rauninu ódýrt að taka það út úr þeirri afgreiðslu að þar með séum við ekki að fara að gera þetta, eða jafnvel að ef við gerum þetta þá séum við þar með að stela einhvern veginn hugmynd frá öðrum flokki, en það hefur lengi verið á stefnu að minnsta kosti Pírata og fleiri flokka að það skuli vera kynhlutlausir klefar. Það er hins vegar ekki hluti af, eins og ég segi, skala þess umbótaverkefnis. Þetta snýst heldur ekki það hvort að sérklefarnir séu nóg. Þeir eru út af fyrir sig ágætir. Ég notaði það sjálf meðan ég var í millibilsástandi
og miklu betra heldur en ekkert. Á þessum sama tíma þá gat ég ekki farið í til dæmis líkamsrækt af því að engin líkamsræktarstöð bauð upp á neins konar klefa fyrir fólk sem hvorki passaði í karlaklefa né kvennaklefa. Og á vissu tímabili þá hefði ég þurft að fara með X inn í karlaklefan eða uppslón inn í kvennaklefan og það var aldrei þægilegt. En við buðum á sérklefana og það er betra en ekkert. En það er alveg rétt að það er ekki nóg til framtíðar. Við þurfum að gera betur. Það er ekki nóg að sé bara einn klefi ef að hópur vill fara saman eða ef að fólki finnst af öðrum ástæðum óþægilegt. Þetta er bara gott framtíðarmarkmið. En ég vil bara, hvað segir maður, slá það út af borðinu einhvern veginn þá framsetningu að með því að ekki taka það inn í framkvæmd sem að stendur yfir og snýst eitthvað annað, þá séum við á mótið í eða þá að þar með sé hugmyndin orðin eign einhvers eins flokks ef hún verið framkvæmd í framtíðinni. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið málsinu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Stefán Pálsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég áréttaði nú aftur að við fengum umsögn frá sviðinu. Umsögnin frá sviðinu fól í sér bæði rökin að hér væri annars konar framkvæmd að ræða og hins vegar það viðhorf að nóg væri í rauninni að gert. Að þetta væri ekki á dagskrá og menn teldu að þessum hópi væri ágætlega mætt með þeim lausnum sem að í boði væru. Sá hluti umsagnarinnar fellur síðan út úr bókun eða rökstuðningi meirihlutans, en hann vék ekki að þessum punkti, hann víkur ekki að efnislegum rökstuðningi þessa hóps ungmenna sem að ég vísaði til og mér fannst það miður. En ég fagna hins vegar því sem að kemur fram í máli borgarfulltrúa Alexöndru Briem að þetta sé eitthvað sem að fólk sé til í að skoða með opnum augum til framtíðar. Takk fyrir það. Fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og er þá svarað. Svara þá andsvari Alexander Briem, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Það er einmitt vegna þess að pólitísk afstaða meirihlutans ákvarðast ekki af því sem framkemur í umsögninni sem að lítur að því að kannski sé nóg aðgert sem að það er ekki með í umsögn meirihlutans, í bókun meirihlutans. Afstaða okkar, og þá meina ég okkar fólks í menningar- og íþrótta- og tómstundaráði, ákvarðast af því að þetta sé ekki hluti af umfangi verkefnisins, en ekki því að nóg sé aðgert. Og þess vegna finnst mér mjög skrítið að gagnrýna það einhvern veginn að það sé ekki með í bókunni. Það er ekki hluti af okkar samþykktu afstöðu að nóg sé aðgert. Og mér finnst það mjög undarlegt að láta eins og þar með að við séum einhvern veginn að fela okkar afstöðu með því að taka ekki inn allt sem kemur fram í umsögn sviðsins. Það er bara einfaldlega, það er ekki afstaða meirihlutans að nóg sé gert og það er mér finnst mjög skrítið að reyna einhvern veginn að klína því á okkur með þessum hætti. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvarari sinni Stefán Pálsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég held að við skulum ekki vera að lengja þessa umræðu. Ég held sé bara fínt að enda á að hvetja þá bara meirihlutann í ráðinu til þess að efna til samtals við þessi ungmenni. Ég árétta það að frumkvæðið að þessu máli, hugmyndin, hún kemur ekkert úr mínum flokki, heldur er þetta viðbragð við bara málefnalegri, vel framsettri grein og undirskriftalista í fjölmiðlum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarari sinni og telst á andsvarinu lokið undir þessum lið. Við höldum áfram, ekki hafa fleiri óskað að taka til máls undir dagskrárlið 4 á fund borgarstjórnar í dag. Forseti leggur því hér með þessar fundagerðir hér fram. Og við erum komin að lokum fundar. Það var búið að lesa upp eina bókun og
mögulega búið að flagga á að fleiri bókanir myndu berast. Forseti spyr borgarfulltrúa Kjartan Magnússon, mun bókun berast? Mátt kveikja á. Forseti, ég hef sendt bókun í tölvupósti. Takk fyrir það. Get lesið hann upp ef þess óskað. Já, þess óskað. Bara eigum aðeins eftir að heyra bókun. Gjörðu svo vel. Já, bókunin hljóðar svo. Undirritaður mótmælir harðlega þeim vinnubrögðum meirihluta borgarstjórnar að fresta 2 fyrstu liðum á dagskrá þessa borgarstjórnarfundar. Annars vegar umræðu viðhaldi á skólahúsnæðis í Reykjavík og tengd vandamál. Stöðugt berast fregnir stórfelld vandræði af völdum myglu og rakaskemmda í skóla- og frístundabyggingum. Því afar ámælisvert, svo ekki sem meira sagt, að borgarstjórnarmeirihlutinn neiti að ræða málið í borgarstjórn heldur skjóti umræðunni á frest. Hins vegar að ræða tillögu meðferð fyrirspurna, en á yfirstandandi kjörtímabili hefur mikill misbrestur orðið á því að fyrirspurnir borgarfulltrúa hljóti eðlilega meðferð í borgarkerfinu. Bæði málin eru borin fram á borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Með því að ryðja dagskrána með þessum hætti gengur meirihlutinn gegn ákvæðum 27. greinar sveitarstjórnarlaga og 34. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar. Þær greinar kveða á þann rétt borgarfulltrúa að tekið verða á dagskrá borgarstjórnarfundar hvert það málefni sem varðar málefni sveitarfélagsins. Slíkur réttur felur að sjálfsögðu í sér að óþægileg málefni séu rædd án undanbragða í borgarstjórn en ekki skotið á frest eftir hentugleikum meirihlutans. Takk fyrir. Við erum meirihlutina með gagnbókun við þessa bókun, Kjartan, sem við munum þá senda núna. En þú varst að vísa borgarfulltrúa Alexandra Briem í gagnbókun við Flokkur fólksins. Hún komin inn í skjalið, þannig að allir ættu að hafa séð hana. En við munum nú senda... Stefán, þú boðaði bókun. Þú er búin að senda hana. Hún komin inn í skjalið. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, ég er búin að senda þér gagnbókunina. Alexandra, má ég biðja þig að lesa hana? Gjörðu svo vel. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar mótmæla því harðlega að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokks leggi ítrekað fram bókanir meint harðræði og gerræðisleg vinnubrögð þegar dagskrárliðum frestað á fundum borgarstjórnar. Frestun dagskrárliða í fullu samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga, gildandi samþykkta og samkomulag allrar borgarstjórnar nema Sjálfstæðisflokksins, en samkomulagið miðar að því að gera borgarstjórn að fjölskylduvænni vinnustað. Það miður að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins reyna að standa í vegi fyrir breytingum sem færa borgarstjórn í átt að nútímanum og í góðu samræmi við ítrekkaðar óskir borgarfulltrúa úr öllum flokkum. Það jafnframt miður að stöð sér tönglast á því að komið sé í veg fyrir umræðu og afgreiðslu mála á vettvangi borgarstjórnar. Það meira lagi fjarri, enda sjá allir sem fylgjast með borgarstjórnarfundum að þar fer fram opin umræða mörg dagskrármál allra flokka. Meirihluti borgarstjórnar óskar þess heitt og innilega að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík leggi borgarstjórn lið í þeirri viðleitni að gera borgarstjórn að fjölskylduvænni vinnustað þar sem sameinast opna og vandaða umræðu í stað þess að strá fræjum samsæriskenninga gerræði og valdníðslu. Munum að traust til okkar allra endurspeglast í þeirri umræðu sem við stjórnum sjálf. Takk fyrir. Við munum breyta smá orðalagi þessari bókun því að bókun sem að mér forseta skilst að bókun sem að send inn í nafni eins borgarfulltrúa. Þá munum við breyta því þar sem sagt var borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins og við munum vísa í borgarfulltrúa Kjartan Magnússon. Þannig að við munum breyta því þessari bókun. Takk fyrir þá. Getið Alexandru Briem að gera það og senda hana aftur inn. Takk fyrir.
Takk fyrir þá. Ég mun að sjálfsögðu svara þessari bókun. Það sjálfsagt, gjörðu svo vel og þú hefur nokkra mínútur til þess og við munum fresta fundi núna 5 mínútur til þess að allir geti sent inn bókanir þær sem eru komnar. Við munum vinna þær inn í fundargerð, þannig að forseti fresta fundi 5 mínútur.
Fundi framhaldið og við erum komin að dagskrárlokum. Við höfum verið að undirbúa hér að fá bókanir. Ein gagnbókun hefur borist frá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni. Forseti vill óska biðja þeim að lesa hann upp. Takk. Ásökunum meirihlutans að undirritaður standi gegn eðlilegum breytingum á vinnulagi borgarstjórnar vísað á bug. Borgarfulltrúar hafa skýlausan rétt á að setja mál á dagskrá borgarstjórnarfunda og meira en aldarlöng hefði fyrir því að þeim sé ráðið til lykta á sama fundi. Í vetur hefur meirihluti Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar hins vegar ítrekað beitt bólabrögðum til að banna og eða fresta umræðu óþægileg mál. Þess skemmst að minnast að meirihlutin bannaði að umræður milljarða fjárfestingar ljósleiðarans, dótturfyrirtækis Orkuveitu Reykjavíkur færu fram í borgarstjórn fyrir þær höfðu átt sér stað. Því hafnað að ekki sé fjölskylduvænt að ræða fyrirliggjandi mál á yfirstandandi borgarstjórnarfundi, enda hann haldinn á virkum degi þegar venjulegt fólk þarf að mæta til vinnu. Borgarfulltrúar eru engin forréttindastétt sem yfir það hafin að mæta til vinnu á virkum degi. Borgarfulltrúar hefur þá lokið við að lesa gagnbókun sem hann hefur sent inn og þá allar bókanir komnar og þá okkur ekkert að vanbúnaði en að slíta fundi. Ég bið skrifar að vera eftir það sem við göngum frá fundagerð. Fundi borgarstjórnar þriðjudaginn 4. apríl slitið kl. 13:07. Já, sömuleiðis.